séð vinnslu og pakningu á þorski í neytendaumbúðir fyrir Marks & Spencer. Kristín Helga segir frá. Pakning þorsksins hófst á Reyðarfirði í vor og hljóðaði samningurinn upp á 106 tonn af innpökkuðum fiski. Nú eru eftir 14 tonn og gert er ráð fyrir að búið verði að pakka þeim og senda til Englands í nóvember næstkomandi. Hvað þá tekur við er óljóst en víst er að ef Frystihús Kaupfélagsins fær ekki framlengingu á samningnum við Marks & Spencer verður að fækka starfsfólki þar. Haukur Þorleifsson, verkstjóri Frystihússins, sagði í samtali við Þórarinn Hávarsson, okkar mann á Eskifirði, að fullvinnsla þorsksins á Reyðarfirði hefði breytt miklu fyrir Reyðfirðinga. Við tegum að stefna því og hljótum að stefna því og verðum að gera það ef við ættum ekki að forðast atvinnuleysi að fullvinna helst allan fiskinn fyrir landið. Þróunardeild sambandsins vinnur nú að því að fá samningum við Marks & Spencer framlengt og þar eru menn bjartsýnir á áframhaldandi samvinnu. Sambandið hefur nýlokið við gerð annars samnings við Marks & Spencer sem felst í því að lausfrystum fiski frá Hrísey er pakkað í neytendapakningar í Reykjavík og fyrsta sendingin er nú þegar farin til Englands. Fulltrúar sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna eru nú staddir í Köln í Vestur-Þýskalandi þar sem stærsta matvælasýning heims, Anuga-sýningin, hófst í dag. En þar ætla íslensku fulltrúarnir að leggja áherslu á að íslenskur fiskur verði seldur í neytendapakningum frá frystihúsum sínum. Nú er verið